Verið velkomin í Hina Reykjavík árið 2022 þar sem að við ræðum við fólki sem að ætti að koma að stefnumótun borgarinnar en fær ekki að koma að stefnumótuninni og þannig að við ætlum að ræða í dag, þá ætlum við að vera með fókusinn á leikskólamál og eins og við höfum séð í auglýsingaherferðum borgarinnar að þá er þetta mikilvægasta starf í heimi eins og vissulega rétt, en allt frá því ég man eftir mér að þá hef ég bara heyrt að kjörin eru ekki nógu góð og það þarf að laga margt varðandi starfsaðstæður. Þannig að er starfsfólk sem að vinnur mikilvægasta starf í heimi að fá allt sem það þarf til þess að bæta eða til þess að geta unnið og sinnt þessu starfi sem að margt fólk og margir foreldrar treysta á og börn mæta á leikskóla dag eftir dag. Til þess að ræða þessi mál, það er hún Signý Sigurðardóttir komin til mín, starfskraftur á leikskóla og já, mig langar bara að spyrja hvernig er að vinna á leikskóla? Hvernig mismunandi eftir dögum eða hver er þín upplifun? Já, það er náttúrulega alltaf mismunandi eftir dögum. Maður veit eiginlega aldrei hvað bíður manns þegar maður mætir í vinnuna, sérstaklega núna í COVID. En það er mjög skemmtilegt. Ég hef alltaf verið mjög hænd að börnum, þannig að þess vegna valdi ég að fara þessa leið. En annars er ég með háskólamenntun bara í öðru sem að mig langar ekki til að starfa við. Mér finnst þetta skemmtilegra. Hvað leiddi til þess að sóttir á leikskóla? Er það bara, þér fannst þetta kalla á þig? Já, og líka ég var þannig stað í lífinu að ég þurfti svolítið að fara og vinna í kvenlegu umhverfi. Þannig að og svo á ég dóttur, og son. Og ég vissi að þetta var eitthvað sem ég væri ágæt í, þannig kom það til að ég ákvað að sækja um. En ég var hins vegar líka mjög smeyk við það, því að ég vissi að það voru ákveðnir hlutir sem ég var ekkert sérstaklega góð í, eins og að syngja. og þegar ég byrjaði þá hugsaði ég með mér að ég á aldrei eftir að læra öll þessi lög. Og nöfnin og börnunum, það var rosa mikið fyrir mér. En síðan kemst það upp í vana. Já, og hvað ertu leikskólaliði, leikskólakennari eða hvað vinnur við á leikskólanum? Hvað heitir það sem þú gerir? Ég held að það heiti formulega leikskólaliði, en ég var ráðin til þess að sjá skapandi störf með krökkunum og en fyrst þurfti ég svolítið bara að vinna á gólfinu og að læra inn á jobbið, af því að það er margslungið, það er mjög margt sem maður þarf að kunna og vera góður í og maður lærir kannski ekkert alveg leið að lesa í krakkana, ekkert endilega. Það er minn öðruvísi með manns eigin börn líka og að vera að lesa í ókunnug börn, Þannig að já, en svo er ég með svo frábæran yfirmann núna sem ákvað að fara í smá tilraunaverkefni með okkur og þá erum við sem sé með skapandi störf og ég sé myndlistahlutann og svo er annar starfsmaður sem sér hreyfingu og annar starfsmaður sem sér upplýsingatækni og hinn með tónlist. Og þetta er pínu snúið, það þarf að púsla rosa mikið til að láta þetta ganga upp. En það hefur gefið okkur alveg rosalega mikið. Og ég finn bara hvað maður manni líður miklu betur þegar maður fær að gera eitthvað sem maður er góður í,
En svo vitum við það að það vantar starfsfólk innan leikskólana og það svona, já, þessi sífelldi mönnunarvandi sem alltaf verið að tala og nýjasta útspil Reykjavíkurborgar að hún kynnti sem sagt fyrir helgi að ef að leikskólastarfsfólk myndi ná að ráða vin eða ættingja til starfa á leikskóla og að þetta fólk myndi þá starfa í 3 mánuði að minnsta kosti, að þá myndi leikskólastarfsfólk fá 75.000 króna launaauka. Og þarna hugsa maður með sér að sé náttúrulega í fyrsta lagi verið að færa ábyrgðina yfir á starfsfólk, að fara einhvern veginn að finna annað starfsfólk og það sé líka verið að svona líta framhjá bara rót vandans, að það þurfa að bæta launakjör og þurfa að bæta starfsaðstæður og þetta voru svona raddirnar sem maður sá líka að koma upp úr umræðinni bara sem viðbragð við þessari tillögu. Hvað finnst þér svona þessa hugmynd sem spratt þarna fram og kom fram sem núna búið að hætta við? Já, þetta bara rosa skrítin hugmynd. Ég skil ekki hvernig þeim datt þetta í hug. Og þú veist, alls ekki til þess að skapa einhverja meiri ánægju inn á vinnustæðinum, skilur. Þetta myndi náttúrulega bara ýta undir óánægju, held ég. En þetta kannski líka bara svona í takt við það sem að gerast svona út í heimi, það sem einhvern alltaf verið að færa verkefnin einhvern veginn neðar, sko. En ég held að þetta lýsir líka, sko, lýsir sko virðingarleysinu gagnvart þessu kvennastarfi og líka þetta svona líka fólki sem að vinnur þarna, þú veist, það augljóslega veit ekki hvað það að gera. Það mist að lýsa því einhvern veginn. Það situr bara á skrifstofunni og var einhverja hugmynd. Það lítur ekki út fyrir að það sé verið að tala við okkur eða tala við leikskólakennara, þú veist, að fullt af flottu og sniðu og kláru fólki að vinna á leikskólanum sem með hugmyndir af alls konar lausnum og hvað hægt að breyta og bæta, sko. Já, mér finnst þetta svona frekar sorgleg hugmynd. Og þó svo við myndum yfirfæra það yfir á eitthvað annað starf eða, þú veist, ég skil ekki hvernig fólki dettur svona í hug. Ó nei. Svo líka svo margt eins og starfsaðstæður. Ég fór á leikskóla einn dag síðasta sumar, bara einn dagur og fekk að kynnast og þannig að ég er aðeins nær, en ég svo sem hef ekki unnið marga daga í röð, marga mánuði í röð, þannig ég veit ekki hvernig álagið eða hvernig að vinna bara á leikskóla í mörg ár í röð. En það sem sagt talaði leikskólastjórinn að þetta væri sem sagt svo góður leikskóli upp á það að bara rýmið væri svo gott. Þú veist, það væri svo stórt og gott rými frammi þar sem að börnin klæði sig og þetta væri ekkert endilega í öllum leikskólum og þetta eitthvað sem maður hugsar ekki einu sinni úti, bara já, vá, einmitt. Þannig að líka bara rými sem að börn hafa til afnota, sem starfsfólk hefur til afnota, þetta eitthvað sem þarf líka að skoða. Þú veist, þegar að vera að tala þú starfsaðstæður, hefur nú mikið pláss til að sinna þínu, hvernig ertu með einhverjum svona skoðanir á þessu? Já, sko, einhverju skólar eru hannaðir sem leikskólar, en ekki allir náttúrulega, en það sem ég vinn, sá skóli einmitt svona hannaður sem leikskóli, en hann virkar ekkert neitt svakalega vel. Þú veist, til dæmis bara svefnrými barnanna eru ekki nægilega stór. Þú veist, við erum ekki endilega með nógu mikið af dýnum fyrir börnin til að sofa á. Og mér finnst það bara, þú veist, þarna erum við eiginlega bara að brjóta mannréttindi, sko. Þú veist, börn eiga að fá að sofa á sinni dýnu. með svona sitt pláss einhvern veginn. Og það ekki pláss fyrir þau og það ekki pláss fyrir okkur til þess að sinna þeim heldur inni í svefnrýminu. Og já, svo þessi hugmynd svona sem hefur svolítið verið líka að allt átti að vera svona opið, sko.
svolítið flæða einhvern veginn saman sem að virkar kannski heldur ekkert alltaf með börn. Það þarf svolítið að vinna með fáa í hóp og þá þarf að vera nógu mikið af herbergjum til þess að geta skipt hópunum upp sem að held ég ekki alltaf sko. Og það oft verið að nýta einhverja svona kompur og geymslur og þú veist, það alltaf verið að reyna að finna einhvern veginn betri lausnir í því sem að við höfum sko. Og svo virðist ekkert með byggja neina skúra eða bæta, þú veist, einhverju við því að þá þarf að bæta í barnahópinn sko. Og þannig að, já, það alltaf verið að reikna þessar prósentur sko. Börnin í prósentum. Þannig að það kæmi nýr skúr að þá ætti að vera pláss fyrir fleiri börn, þannig að leikskólinn ætti að geta tekið á móti fleiri börnum og yngri börnum, eitthvað svoleiðis. Já, maður hefur heyrt af einhverju svoleiðis sko. En svo bara ef við horfum á, þú veist, aðrar menntastofnanir og þú veist, aðrar umönnunarstofnanir og þú veist, Hörpuna til dæmis, skilurðu, þú veist, það til alls konar glæsileg hús í borginni en einhvern veginn eru leikskólar bara einhver svona hrörlegir kofar. Finnst það voða sorglegt. Að það sé ekki hægt að hugsa þetta einhvern veginn aðeins betur fyrir börnin. Þó að þau séu lítil og taki kannski minna pláss, sko, þá þetta allt og naumt einhvern veginn, það sem við erum að vinna við. Og þú veist, já, og kannski ekkert alltaf heldur nóg til af leikföngum eða nógu góð leikföng. Það svolítið verið að halda að sér höndum og eins og fyrir mig í myndlistinni, nú náttúrulega hefur svolítið breyst að það ekkert verið að gefa svo mikið af afskorningum, af pappirum og svoleiðis, þannig að við svolítið, og pappir og svolítið dýr líka, þannig að já, en það kannski ekki til fjármagn til þess að versla inn endilega það sem að vantar, sko. En já, það eru svo margt í aðbúnaði einhvern veginn sem að svo náttúrulega eru mataðstaða, hún frekar lítil. Hvað segir mataraðstaða? Já, fyrir starfsfólk. Já. Og svo erum við með svona vinnuherbergi, ég veit nú ekki alveg hvernig það á öðrum stöðum en það voða lítið sko, það bara 3-4 tölvur í röð og ekkert mikið meira en það. Og eins með því að það kannski stendur mér svona næst að vinna með börnum í svona skapandi vinnu, að þá eru svoleiðis rými líka bara mjög lítil og þau eru oft bara í svona opnum rýmum líka sem ekkert sérstaklega. Og það er mjög margt svona sem að kannski erfitt að snúða að framkvæma. En maður samt svona frekar útsjónasamur, þannig að maður tekst að koma ýmsu í verk. Þetta opnar líka á spurninguna hávaðamengun, svona opin flæði. Ég var að skoða skýrslu eða úttekt sem að kom út hjá borginni síðasta ári seint, bara í lok síðasta árs, og þar eru verið að fara yfir stöðu skólana, leik- og grunnskóla og þetta svo langt og það einmitt verið að fara yfir það sem þarf að laga. Og á einhverjum stað til dæmis tala hávaðamengun og náttúrulega þeir voru með mörg börn sem eru náttúrulega bara í sínu, að það fylgir því bara ýmislegt og það þarf að vera hægt kannski að hálfa niður í einhverjum svona tilfellum og þannig að svona opin rými kannski henti ekki alltaf. Við borgarfulltrúar vorum með svona opin rými, það var hræðilegt og við erum fullorðið fólk. Já. Þannig að börn þurfa bara sitt svona pláss og það sé líka fyrir
ólíka hluti og ólíka sköpun og bara nógu mikið pláss og sum börn eru kannski að hvíla sig og önnur eru kannski að gera eitthvað annað eða eitthvað svoleiðis, sko. Já, akkurat. Það þarf að vera svolítið svona einhvern veginn, það þarf að geta gert svo margt, sko. Og eins bara með svefnrými, það er kannski ekki nóg að sé eitt svefnrými heldur, sko, á deild, því að oft sofa ekkert öll börnin á deildinni, sko. Og það á líka við snýr líka að því að það þarf að vera fleira starfsfólk til þess að geta sinnt öllum þörfum þeirra, þegar þannig er. En til dæmis hjá okkur á elstu deildinni að þá erum við með, þú veist, hátt í 30 börn á þeirri deild og það eru, þú veist, einhverjir 5 starfsmenn og þetta er bara, þú veist, eitt svona opið rými og eitt svefnrými og salerni. Þú veist, þannig að ég held reyndar kannski að húsnæði sé einhvern veginn þannig byggt að það heyrist rosa mikið, ég veit það ekki, ég hef grun það, en eins og í aðlögunar tímum og svoleiðis að þá bara er hávaðinn óbærilegur. Þú veist, maður heyrir eiginlega ekki hvað maður er að hugsa, sko. Það er alveg bara þannig. Og mér finnst það líka, ég veit ekki alveg hvort að það sé rétt hjá mér, að eftir því sem árin líða þá erum við alltaf að fá fleiri og fleiri erlend börn og hjá okkur er ágætis hópur, ég held að séu örugglega 1/3 af hópnum, allavega. Og það er aðeins öðruvísi, þau eru lengur að aðlagast. Aðlögun var kannski, þú veist, 3-4 vikur en farið að teygja sig alveg mun lengur, sko, af því að þau gráta meira og það er svona erfiðara að ná til þeirra í byrjun og ná að tengjast, sko, tekur lengri tíma. Eðlilega. Þannig að já, það skapar svona annað vandamál sem að borgin til dæmis hefur ekki verið að vinna neitt sérstaklega með leikskólanum. Þú veist, það hefur enginn komið og jú, að vísu kom ein kona, þá var ég í fæðingarorlofi með einhvern fyrirlestur og þá skildist mér að kjarninni því hefði verið bara að knúsa þau meira. En engar aðferðir eða tæki og tól til þess að einhvern veginn að nálgast þessi börn betur, sko, og hjálpa þeim að aðlagast. Því að náttúrulega, já, að vera lítið barn, það er náttúrulega örugglega nógu erfitt að vera að byrja á nýjum leikskóla og ekki vera heima og svo allt í einu bara, þú veist, ertu líka kannski að upplifa eitthvað annað og þá er bara mikilvægt að leikskóla starfsfólk hafi einmitt eins og þú segir, þessi tæki og tól til að geta boðið þig velkomin inn á leikskólann. Það sé bara eitthvað meira en fáninn þeirra eða eitthvað, ef það er einhver svona til að taka á móti til að fagna fjölbreytileikanum. Já, og mér finnst að þeir sem eru kannski að taka þessar ákvarðanir leikskólana, þeir ættu nú kannski að vera svona skylda fyrir þetta fólk að vera búið að vinna allavega í einhver tíma þarna á gólfinu í aðlögun með okkur. Þannig að það viti eitthvað hvað er verið að ræða, sko. Þannig það væri kannski bara góð lausn, senda fólki sem tekur ákvarðanir og borgarfulltrúa bara á leikskóla, bara í mánuð. Já, ég held að það sé ekkert spurning neitt annað, sko. Því að þú getur ekkert einhvern veginn. Ég held að það sé, sko, flestir sem að halda að það sé auðvelt að vinna á leikskóla. Ég hélt það sjálf, ég hugsaði með mér, sko, að þetta væri líka sniðugt af því að það væri stytting vinnuvikunar og þá gæti ég kannski unnið að svona mínum persónulegu verkefnum meðfram, en þú veist, það er náttúrulega ekki raunveruleikinn þegar maður byrjar að þetta er miklu erfiðara og flóknara starf heldur en maður heldur, sko.
og líka bara álagið þannig að þegar maður kemur heim þú veist, sérstaklega í aðlögunar tímabilunum að þá maður bara með hávaða í hausnum sem maður ekkert að fara neitt, maður fer bara heim og leggur sig. En hvernig svona stytting vinnuvikunar eftir hvernig það að ná í gegn? Það kannski mismunandi eftir starfsstöðum eða þetta var náttúrulega ekki eins og allir leikskólar hafi bara útfært þetta eins eða? Nei, og það hefur aðeins breyst hjá okkur. Það var þessi 3 tímar einu sinni í viku og við vorum svolítið að lenda í vandræðum að því að þá voru margir að fara út á sama tíma, þannig skapaðist vandræði, þannig að það er nýbúið að breyta hjá okkur og verður sem sé aðra hverja viku og þá bara heill dagur og við ætlum svona, sjá hvernig það gengur en þetta virðist alltaf að vera eitthvað brass af því að það náttúrulega það enginn sem að kemur í staðinn fyrir mann og börnin eru þarna áfram, þau eru ekkert að fara heim þó að sem að samt náttúrulega kannski svolítið hugmyndin með þessari styttingu vinnuvikuna að börnin fari líka heim sko, til foreldra sinna en það kannski ekki heldur alveg að gerast. En hvernig væri hægt að leysa bara þann vanda sem að leikskólarnir standa frammi fyrir? Það náttúrulega bara að fá fólki sem æður til að vinna þarna og hvað þú veist, ef þú gæti ráðið bara núna, þú veist, hvað ég meina, þú nefnir þessa hugmynd launaukann og þú hefur bara heyrt þetta þegar þetta kom þarna fram, ef ég skildi rétt. Ég meina, það var ekkert talað við ykkur áður en þessi hugmynd var sett fram. Það var ekkert eitthvað svona, hei, við ætlum að heyra í leikskólastarfsfólki og halda kosningu þessa tillögu áður en við hendum henni út í loftið og heyra bara hvað ykkur finnst og er þetta sniðugt, mun þetta virka? Þú veist, við ætlum að heyra í ykkur af því að við erum ekki starfandi á leikskóla, þannig að við þurfum að fá ykkar sjónar á þetta. Nei, það held ég ekki. Ég held að það hefði enginn spjallað við okkur, sko. Hvað myndi þurfa að gerast? Hvað myndi þurfa að eiga sér stað til þess að heldur ertu með einhver svona hugmyndir hvað myndi þurfa að eiga sér stað til að bara tryggja að bara borgin sýni það að þarna sé svo sannarlega starfsfólk sem að vinnur mikilvægasta starfi í heimi? Ég veit það ekki, sko. Ég veit ekki hvernig, mér hefur fundist og ég tekið eftir því svolítið núna eftir að COVID kom þegar kemur einhver svona umræða leikskólana að þá einhvern veginn eins og bara enginn heyri. Þú veist, það kemur kannski ein frétt og hún er horfin bara leið. Það einhvern veginn myndast ekkert samtal eða neitt. Nema núna þessi 75.000 kall, að fólki var greinilega ofboðið þegar það heyrði það. En það eru alveg, þú veist, það eru alla daga einhvern veginn hlutir inn á leikskólanum sem eru að ábjóða okkur. Þannig að manni finnst einhvern veginn eins og það ætti vera að hlusta en svo náttúrulega eru þessi vandamál líka annars staðar eins og í heilbrigðiskerfinu og þú veist, það er alveg á mörgu að taka. Þannig að ég veit eiginlega ekki hvernig maður fær fólk til þess að hlusta. Það er eins og ég veit ekki, fólk einhvern veginn, þeir sem eru að stjórna hafa einhvern veginn ekki áhuga fyrir börnum. Ég átta mig ekki alveg á því hvað er í gangi þarna. Eða hvort það er. Að því að þetta er kvennastétt, hvort það sé þess vegna sem ekki hlustað. Hljómar er svo lítil tenging líka bara, þú veist, ef þú ert með þann vanda að fólk vill ekki ráða sig á vinnustaðinn, þá hlýtur að vera eitthvað að vinnustaðnum. Að þú veist, fólk sjá þetta ekki segja með eitthvað svona, já, ég vil bara ótrúlega mikið vinna þarna en ekki eitthvað svona,
herðu, við erum örugglega bara ekki að ná til fólks, við þurfum bara að fara í auglýsingaherferð, því örugglega bara fullt af fólki sem veit ekki að það sé hægt að vinna á leikskóla. Ég held það sé ekki vandamálið. Vandamálið hlýtur þá frekar að vera að fólk hugsa bara, nei, veistu, þó að þetta sé örugglega gott og gefandi og uppbyggilegt starf og mikilvægt, þá bara svona, nei, ég ætla ekki að fara þangað. Nei, það er eitthvað sem ég næ ekki utan sko, að hvernig er ekki hægt að manna skemmtilegasta starfi í heimi, þú veist, það er bara fáránlegt, eiginlega. En þú veist, já, það er náttúrulega álagið, það er náttúrulega svona augljósasti hluturinn, sko, og svona umgjörðin bara öll einhvern veginn í kringum þetta. Í kringum leikskólana. Hún er ekki nógu góð. Kannski líka svona eins og í kringum COVID og kannski bara fólk þarf að treysta á einhvern veginn að leikskólastarfsfólk muni bara aldrei fara. Þú veist, það muni aldrei bara allt einhvern veginn leikskólastarfsfólk á öllu landinu bara labba út og ekki koma tilbaka fyrir en það sé búið að leiðrétta allt. Það sé einhvern veginn bara svona treyst á að fólkið muni alltaf vera þarna. Fólk sjáu bara fyrir sér, leikskólar eru alltaf opnir, slíka í COVID, að því þú veist, þeir hafa aldrei í rauninni lokað yfir eitthvað svona langt tímabil. Þetta er bara einhver svona fasti sem að fólk sér fyrir sér í lífinu, að sé alltaf til staðar og verða alltaf til staðar. Er þetta bara eitthvað sem fólk kannski er ekkert mikið að hugsa þú veist. Það er bara svona, jú, auðvitað hækka laun, fólks á leikskóla, en svo bara er að búið einhvern veginn. Flest það, sko, held ég. Svona, þegar maður allavega spjalla við fólk svona, og sérstaklega foreldra sem koma til okkar, að þeim finnst yfirleitt, sko, launakjörin vera fáránleg, sko. Og þannig að, en það er eitthvað þarna uppi sem að er ekki að, já, er eitthvað að misskilja hlutina, held ég veit það ekki, hvernig, það virðist vera orðið eitthvað svona aftengt. Já, en það er rosa margt einhvern veginn, og líka bara, ég held að þau eru líka bara svolítið að endurhugsa leikskólana, þú veist, hvernig, nú er alltaf vistunartími barnanna að lengjast líka. Þú veist, hefur það góð áhrif á börnin að vera svona fjarverandi lengi frá foreldrum sínum? Og það kom nú að einhvern tímann í vetur, var það ekki, þá var verið að tala að næturopnun á leikskólanum. Það er einmitt bara eitthvað svona, maður skilur ekki þá hugmynd, þú veist, hvernig fólki dettur það í hug að já, þannig að, en það er náttúrulega líka bara, þú veist, atvinnulífið, það er að þrýsta á og kallar alltaf eftir því að fólk vinni og vinni og vinni og það er alltaf einhvern veginn minni tími til þess að vera með börnunum og sinna þeim. Þannig að ég held að leikskóla þurfi einhvern veginn að endurhugsa þetta, þú veist. Það þarf einhvern veginn að vera meira svona, ég veit ekki alveg hvað er rétta orðið, það þarf að vera einhvern veginn fjölbreyttari. Það þarf að vera fjölbreyttari úrræði innan leikskólans, held ég líka. Já. Og líka bara, já, og ég vil líka sjá það að þegar eitthvað þarfnast lagfræðinga eða þegar leikskólar þurfa eitthvað, að þeir bara fái það, að það sé ekki bara eitthvað, nei, þetta er bara ekki á budgetinu, þetta er ekki á fjárhagsáætlun, þú veist, það sé að leikskólar fái bara það sem þau þurfa til að starfa. Já, það er náttúrulega, þú veist, við veitum það er náttúrulega aldrei peningar til að gera neitt. Já, mann sýnist það allavega, en það er alltaf peningar til að gera alls konar annað í samfélaginu. Og ég veit ekki alveg af hverju það er þannig, sko, hvort það sé bara eitthvað svona
sem að við sem þjóðfélag þurfum líka að skoða hjá okkur. Þú veist, metum við börn bara almennt ekki meira heldur en þetta. Eða þessna sem að við einhvern veginn eyðum ekki meiri tíma með þeim og svona, já, erum alltaf að setja þau þarna inn á einhverju stofnanir. Það þurfi líka að skoða það. Forgangsröðin, eitthvað svona sem þú vilt koma inn á að lokum sem við höfum ekki farið inn á? Við viljum að borgarstjórn og fólki sem að tekur ákvarðanir á skóla- og frístundasviði og sé bara meira á gólfinu. Það kannski skilaboðin. Já, þau þurfa klárlega að eiga meira samtal við okkur. Ég held það. Ég held að og leikskólarnir eru komnir á þannig stað og sérstaklega núna í COVID þar sem að þú veist, það er ekkert verið að vinna eftir neinni aðal námskrá, þú veist, það er ekkert lýðræði og jafnrétti og sjálfbærni og allt þetta, öll þessi flottulegu lýsingarorð sem á að vera að vinna eftir, það er ekkert einhvern veginn, það er ekkert hægt að, það er einhvern veginn ekki, já, hægt að vinna eftir því þegar það vantar bara fólk alla daga og það þarf að vera að loka og það þarf einhvern veginn að koma á móts við þann vanda líka sem að borgin hefur ekki gert í COVID. Það var þarna vandi, mjög mikill vandi fyrir, en svo hefur einhvern veginn bara, já, bæst við alveg. Þannig að, já, ég held að borgaryfirvöld verði bara að fara að gera eitthvað í þessu núna, annars veit maður ekki alveg hvað verður leikskólastarf, því að maður heyrir að það sé bara orðið mjög lágt hlutfall af leikskólakennara-menntuðu fólki sem starfar í leikskólanum og viljum við hafa það þannig að hver sem getur bara sótt starf í leikskóla. Að vinna með okkar besta fólki, ég held að það sé einhvern veginn mjög sorgleg framtíð fyrir börnin okkar. Því miður. Er það þannig þegar fólk frá, er það þá út af líka COVID, eða þú veist, færri að komast út af COVID, eða þú veist, það vantar kannski eitthvað starfsfólk til að byrja með og svo kemur COVID ofan á og er það þess vegna sem að fólk frá líka? Já. Það alltaf einhver að lenda í sóttkví og það hafa komið upp COVID-smitt og já, og svo bara veikindi sem fylgja álaginu líka. Þú veist, þegar það er einhvern veginn alltaf verið að keyra á þú veist, það má ekkert út að bera, það er allt svo naumt, sko. Þannig að ég held að fólk þreytist við það. Já, og það gengur ekki. Nei, það er alveg kominn tími á að hrista upp í þessu og gera eitthvað og skapa eitthvað fallegt þarna fyrir börnin okkar. Nákvæmlega. Já, þetta COVID náttúrulega hefur á eftir að hafa gríðarlega áhrif á börnin. Við kannski áttum okkur ekkert alveg á því hver áhrifin verða, sko. Já, við segjum bara áfram leikskólar og áfram börn og áfram leikskóla starfsfólk og við þakkum kærlega fyrir þessa fræðslu sem við fengum hér í dag. Já, takk. Takk fyrir.